Góða kvöldið. Gott að sjá ykkur, eða það er nú eitthvað lígi því ég sé ykkur ekkert. Ég er bara með kastar í augun og sé ekki neitt. En ég sá ykkur á það, það er fullt af fólki og gaman að sjá ykkur að þið komið hér í kvöld. Rúnar heiti ég og fekk hann heiður að fá að leiða lofgjörð hérna í kvöld. Og það er svolítið skemmtilegt í kvöld, þá erum við ekki með neina rafmagnsgítara eða trommur að neitt, þannig að þetta verður svona meira laid back. Sem frábært fyrir ykkur því að þá getum við treyst á það að þið takir meira þátt. Má ég heyra menn við því? Er það ekki það? Þið ætlaðu öll að syngja með það ekki? Má ég heyra menn? Það var rosalega vikt að menn. Má ég heyra menn? Einu sinni enn. Má ég heyra menn? Já, þetta er að koma. Förum yfir þetta aðeins hérna. Bara líður á samkomuna. En herðu, við skulum rísa á fætur og leggja þessa stund í Drottins hendur. Biðja saman. Heilagur Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman og lyfta upp þínu heilaga nafni. Það eru forréttindi að fá að syngja þér lof og dýr Drottinn og ég treysta á það að þú mætir hér í kvöld, Drottinn. Ég bið bara nærveru þína, Drottinn, og spurningu, Drottinn, yfir allan hennar sal, yfir alla þá sem eru upp á pall og alla þá sem eru hér fram í sal, Drottinn. Ég bið að þú gerir eitthvað sérstakt fyrir okkur í kvöld. Við komum væntandi þess að fá að heyra frá þér, fá að finna þig, Drottinn, og fá eitthvað nýtt frá þér. Við viljum gefa þér lof og dýrð fyrir það sem þú hefur gert fyrir okkur og það sem þú ert að fara að gera fyrir okkur, Drottinn, og bara fyrir það hver þú ert, Drottinn. Þú ert góður Guð, gjafari allar góður að gjafa og þú gefið okkur þessi forréttinda að þú komst inn í líf okkar, Drottinn, og frelsaðir okkur, Drottinn. Takk fyrir það, elsku Faðir, og í kvöld vil ég fá að segja takk með söng, Drottinn. Má ég heyra amen? Virkilega setjum augum okkar aðeins bara að ná það svo skilið. Það er enga trommur, þannig að þið megið klappa með mig að sjá.
proclaim that I am yours, 'cause I am yours. And all that I am, place into your loving hands, 'cause I am yours, 'cause I am yours. Oh, I shout out your name from the rooftops, I proclaim that I am yours, 'cause I am yours. Oh, and all that I am, place into your loving hands, 'cause I am yours, 'cause I am yours. Halló, góða kvöldi. Já, ég hugsaði, var mikið að velta fyrir mér hvar ég ætti að standa þegar ég sá okkur hérna. En hérna er ég einn það að vera svolítið með svona jólastress í mér. Já, ég er greinilega einn. En ég allavega, þú veist, mér finnst hausinn ekki stoppa og ég er einhvern veginn alveg á milljón allan daginn og þú veist, maður er með áhyggjur af að vera ekki búin að öllu eða ná ekki endum saman eða hvað það er, skiljið. En mikið... Hver bara hingað? En hérna, og það sem er svo gott að koma hérna á mánudagskvöldi og maður getur lagt einhvern veginn allt til hliðar og sett augun á það sem skiptir máli. Viljið rísa á fætur með mér? Öll erum við nú með bænarefni og ég er alltaf með nokkur. Ég veit nokkra sem hafa verið að falla og það eru bara margir sem eiga mjög erfitt í dag. En við eigum líka þakkarefni og réttum út hendurna okkar saman og biðjum fyrir þessu. Elsku Drottinn minn, ég þakka þér fyrir daginn í dag. Ég þakka þér fyrir að við séum saman komin hérna. Ég þakka þér fyrir að við getum lagt allar okkar byrðar á þig og þú gerir við þær smá. Og þú aðstofar okkur, Drottinn minn, að takast á við allt það sem við þurfum að takast á og tekur af okkur byrðarna algjörlega, Drottinn minn. Og þú kemur með lausnir og réttar lausnir inn í kringumstæðurnar. Og ég biði, Drottinn minn, núna að þú bara komir ró í hugan minn allavega, vonandi alla aðra, jólastress, Drottinn minn. Og þú blessir okkur öll hérna sem er inni, hver eitt og sérhvert. Förum inn í þessa viku bara með þig í hjartan okkur. Í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að taka fórn líka og það er komið að þessum tíma ársins sem að við hjá United höfum svolítið verið að blessa frá okkur. Og við höfum reynt að gera það svolítið ríkulega. Við höfum fengið bæði aðstoð frá alls konar aðilum og svoleiðis sem að við höfum getað hjálpa fólki sem er í neyð og bara já, sem að alla hefur getað haldið jól. Það er mér langar kannski til þess að biðja ykkur þess að getið að gefa kannski aðeins í fórnina í kvöld því að eins og segi, við erum að fara á stað með átakið okkur. Takk fyrir.
surrender. Quench my soul's mercy, grace unfold, hunger and thirst, hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. 'Cause I surrender. I surrender. 'Cause I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. 'Cause I surrender. I surrender. 'Cause I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Syngjum þennan texta saman. Gerum hann aðeins ekki bara söng hérna í kvöld, þetta er meira
eins og rópi. Við skiljum öll ensku þokkalega vel það ekki. I surrender er bara að gefast upp. Ég bara gefst upp fyrir þér. Allt sem ég er að ströggla með, allt sem ég er að eiga við, allar hugsanirnar sem er að ángra mig og allt sem er að koma á móti mér, allt sem að ég er ekki að ráða við, hvort sem það er fíkn eða það er einhverju erfiðleikar í vinnunum eða hjónabandinu eða sambandinu eða fjármálunum eða jafnvel eitthvað líkamlegt. Drottinn, ég ræð ekki við þessar kringustöður en þú gerir það. Þess vegna gefst ég upp svo að þú komist að. Og ég vil þekka þig meira því að ég vil sjá þig vinna meira í lífinu. Þess vegna syngjum við þetta hér í kvöld. I surrender vegna þess að ég vil þekka hann meira og sjá hann vinna meira í líf okkar. Má ég heyra með? Syngjum þetta saman. I surrender. I surrender. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way. Unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears
from my mother's womb. You have chosen me. Love has called my name. 'Cause I've been born again into your family. Love has called my name. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. No, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. No, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters that are seen our freedom. Oh, my head is good. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Má ég heyra okkur syngja saman. I'm no longer a slave. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. No, I'm no longer slave to fear. I am a child of God. No, I'm no longer slave
child of God. No, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Það ógeðslega mikill sannleikur í því að játa út þessa texta. Það rosalegu kraftur í orðum, vissuðu það? Við getum talað líf og dauða. Í bæði við aðra og við sjálf okkur. Það er svo rosalega sterkt þegar við tökum þessi orð í munn okkar og minnum sjálf okkur á því að við erum ekki lengur þrælar hið neðra, heldur erum við sigurvegari hið efra. Má ég heyra með? Hann er búinn að útvelja okkur, hann er búinn að frelsa okkur og hann sleppir aldrei takinu. Ég er svo sjálfur búinn að fá að prófa það sem margótt ég hef gert svo marga heimskulega hluti eftir ég frelsaðist. En einhvern veginn sleppir hann mér aldrei. Af því að hann er góður Guð. Má ég heyra með? Hann er hrikalega góður Guð. Song, the hymn sits on. Lamb was slain, holy, holy is He. Sing a new song, the hymn sits on. Heaven's mercies holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. Adore you. I will adore you, oh my King. The rainbow of living color flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power to you, the only wise King. Holy, holy, holy is
creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. I will adore you. Oh my, filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living waters, such a marvelous mystery. Yeah. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. I will adore you. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. I searched the world, it couldn't fill me. Man's empty praise, treasures that fade, never enough. And you came along, put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. 'Cause there's nothing better than you know. There's nothing better than you know. There's nothing, nothing is better than you. 'Cause I'm not
other than you. No, there's nothing, nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Yes, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Yes, I worship you. 'Cause you are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst, and I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, I worship you. 'Cause you are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Það er ógeðslega skemmtilegu kapli í þessu lagi, eða text í þessu lagi sem að mér finnst þetta
var staddur á biblíuskóla, að heimsækja bróður minn á biblíuskóla í Oklahoma þegar ég hinn þetta lagfest og ég misti andlitið hvað þetta var ríkala flott bara, óbúslega flott langar að teimi og ég bara gjössalega gleymdi mér og ég var ástakinn af þessu lagi en það textin sem þarna sem segir Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop working You never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop working You never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop working You never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop working You never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop working You never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop working You never stop working Even when I don't feel it, you're working Even when I don't see it, you're working You never stop working You never stop working You never stop working Even when I don't feel it, you're working Even when I don't see it, you're working You never stop working You never stop working Þegar hann tók okkur að sér þegar hann mætti okkur og við tókum á móti honum og sögðum já við honum þá fór á stað áætlun fór á stað bígerð áætlun sem að hann hefur, hann segir það í orðið sínu í Jeremía 29, ég er með fyrirætlan þinn heilla ekki til ómikið að veita yfir vonaríka framtíð, þannig er Guð hann er vonaríka skipulega framtíð fyrir þig og mig og jafnvel stundu þegar við erum einhvern veginn gangandi á svona frekar þurrum stað og okkur finnst Guð vera langt í burtu eða við langt frá honum þá er hann samt ennþá með áætlun í gangi hann er að setja fólk á staði því hann notar alltaf fólk til þess að blessa annar fólk og hann er að stilla upp fólki í þinn veg og okkar veg til þess að leiðbeina okkur til að tala til okkar við þurfum bara að vera að hlusta og horfa hann er aldrei búinn að gleyma þér hann er alltaf bara eina bæni burti það er að með Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop working You never stop working Þú svo getur saman Even when I don't see it, you're working Má ég ykkur? Even when I don't feel it, you're working Trúi því Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop working You never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop working You never stop working Halleluja Takk Jesus
geggjuð lofgjörð, svo geggjuð textarnir. Bara maður lifir sinni í textan og maður sér líf sitt, maður sér bara hjarta á þeim sem að syngja og bara hvað búin að ganga í gegnum og maður getur bara svona endurspegla líf sitt í því. Stórkostlegt. Takk Jesús. Halleluja. Ég heiti Sigurður. Gaman að vera með ykkur. Ég sé ykkur reyndar ekki, núna sér maður, skilur maður það sem maður verið að segja, maður sér ekki neitt út í sal. Það er kannski aðeins að lækka örlítið þessa kasta. Ok, ekki málið. Velkomin á samkomu, United. Eins og ég sagði þetta, ég er Sigurður og búinn að vera frelsaður í 20 ár. 20 ár. Það má alveg segja það að samband með Guði í 20 ára, það er alveg upp og niður sko. Það hefur alveg verið stormasamt á köflum. Ég hef oft viljað að Guð myndi gera fyrir mig eitthvað en ég held að sé samt oftar að hann hafi viljað að ég myndi gera eitthvað fyrir hann. Ég ætla svona aðeins að segja smá svona vitnisburður minn. Fyrir 20 árum síðan þá frelsast ég og ég var ekkert á ósvipuðum stað og örugglega mörg ykkar hafa verið á. Það sem ekki var mikil von og ekki björt framtíð. En svona nokkrum mánuðum áður en eða svona nokkrum, það má segja kannski nokkrum árum, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, áður en ég frelsast að þá opnast sem sagt svona augu mín fyrir hinu andlega. Og ég byrja að sjá rosalega skýrt það sem að gerast í þessum andlega heimi. Við erum andlega verur og Guð er andi. Þannig að þetta hér sem við sjáum hérna, þetta er bara líkam okkar. Það er þetta innra með okkur. Það eru hugsanir okkar, það er hjart okkar. Og ég byrjaði að sjá rosalega skýrt bæði andaveru vonskunar, því að Biblían segir að baráttan er ekki við menn að holda á blóði heldur við andaveru vonskunar. Heimsdrottna þessa myrkus, tignirnar á völdin. Og ég byrjaði að sjá það sem að ég tel hafa verið sálir fólk sem hafa farið hérna. Þetta var bara rosalega skýrt fyrir mér og ég bara, fyrst var ég bara rosalega smeykur við þetta. Ég bara, þú veist, wow, hvað er að gerast? Síðan bara byrjaði ég að venjast þessu og þetta fylgdi lífið minn í töluvert langan tíma. Síðan gerist það að ég er staddur í Rockville og þar voru samkomur og þar var verið að lofa Guð og þar voru krakkar sem voru, eða bara fólk sem var að biðja og leita Guðs og þetta kvöld, þar þá þá eru einhverjir krakkar sem að biðja mig að koma inn í herbergi og biðja með þeim. Ég fer og prófa, sest aðeins og stóð fljótt upp og sagði, þetta er ekki fyrir mig. En það sem gerist þetta kvöld er það að inn í herberginu mínu um nóttina, þá sé ég svona bara rosalega öfluga, illa veru, skugga. Og hann sogaði alveg til sín orku. Og ég var ekkert á góðum stað. Á þessum tímapunkti þá bara prófaði ég að lyfta upp höndunum og ég sagði, Guð, ef þú ert til, viltu hjálpa mér? Og það sem gerist þarna, og ég man þetta eins og þetta hafi verið í gær, það opnaðist bara himinninn, andrúmsloftið, hið andlega opnaðist inn í herberginu og það kemur ljós inn í herbergið. Og ég bara, hvað er að gerast hérna? Og ég bara byrja að lofa Guð bara með einhverjum orðum sem að, þú veist, ég þekkti ekkert Biblíuna, ég þekkti ekkert Guð, ég þekkti ekkert hvernig átt að lofa Guð. En ég bara sá þarna mjög skýrt að það kom ljós inn í herbergið. Þetta ljós kom inn og það byrjaði svona að fara herbergið og það byrjaði að fara svona og bara berjast við þessa vonsku, þessa ilsku, þessa skugga sem voru inn í herberginu.
og síðan liði þarna einhverju klukkutímar og ég var að lofa Guð og síðan hérna morguninn þá tek ég fram Nýja testamentið sem var þarna, sem ég hafði hatt hana og byrjaði að lesa og þið veitir hvernig Biblían er svona tvískipt, það eru svona kaflar sitt hvoru megin á hverju blaðsíðu og ég byrjaði bara á fyrstu blaðsíðu, Matthías og Guðspjalli og byrjaði að lesa niður og það kom bara svona ljós yfir textan og síðan þegar ég færði mig yfir á næsta þá bara kom svona ljós þar upp og kom svona bara eins og hitt færi svona niður, ég bara, hvað er að gerast? Og ég las hann í gegnum allt Matthías og Guðspjall þessa nótt og ég upplifði bara eins og ég hefði verið bara með Jesú. Ég bara upplifði eins og ég var að labba með honum, eins og ég var bara, þú veist, að sjá þegar hann var að kenna lærisveinunum, þegar hann var að fara og gera alla þessa hluti og þetta var bara alveg mögnuð upplifun. Og það sem gerist síðan morguninn er það að ég sem hafi verið þarna, sem sagt ekkert viljað neitt með þetta hafa, hleypar eftir ganginum með morguninn, bara hrópa, bara vitið hvað gerðist, fyrir bara að segja fólki frá þessu. Það eru 20 ár síðan. Ég var einmitt að tala hérna við einn bróðir síðast þegar ég var hérna fyrir 2 vikum síðan. Að það er bróðir hérna á öðrum bekk, eða 3. bekk, sem var með mér á þessum stað, á þessum tíma og hann magnaði skuli vera hér í kvöld. Því hann veit að ég kom hlaupandi fram ganginn og sagði frá öllu því sem Guð hafi gert fyrir mig. Halleluja. Og það var bara, hann sagði við mig bara, ég held að það var bara eitthvað geðugur. En Guð er raunverulegur. Þú veist, þetta breytti mig gjörsamlega. Ég var ekki að fara að þjóna Guði eða fara eitthvað að pæla í þessum hlutum. En eftir þetta þá var bara eitthvað búið að gerast. Ég gæti ekki hort í speilinn. Ef ég fór að gera eitthvað sem ég átti ekki að vera að gera, þá var bara komin einhver samviska. Sem að bara, þú veist, ég bara vissi að hann var að horfa á mig. Hann sá allt sem ég var að gera núna. Ég gæti ekkert komist frá því. Og síðan leið tíminn, þú veist, þetta var 2002, það er 20 ár síðan. Og ég fór eftir einhver tíma, eftir einhver ár og hérna fór inn í þjónustu og fór að kenna og fór að skrifa greinar, var með vefsíðu og átti bara rosalega góðan tíma, bara í svona 7 ára sem ég var bara í þjónustu, ég var bara all in. Ég er reyndar í því öllu sem ég gera, það er alltaf bara all in. Bara, þú veist, það er ekkert farin inn að halva leið, það er bara alla leið. Og það var bara ótrúlega góður tími, bara þú veist að vaksa með Guði, fá að upplifa Guð. Hann er svo magnaður. Það Guð er bara það sem að, þú veist, við erum að tala Guð sem skapaði himinn og jörð. Við erum að tala almáttugur Guð, þú veist, sem að bjó til þetta allt. Og hann er persónulegur Guð og hann elskar okkur. Og hann þráir eiga samfélag við okkur. Hversu magnað er það? Hversu stórkostlegt er það? Það er ekkert betra. Litli frændi minn. Þannig að þetta er alveg magnað. Og síðan sem sagt eignast ég konu og börn og svona lífið tekur dálítið við. Ég fer að vinna fyrir nám og fyrir vinnu og síðan líða árin og ég byggi upp fyrirtæki og svona hægt og rólega svona drifta dálítið frá þjónustunni. Drifta frá því sem Guð hafði raunverulega kallað mig til að gera. Og ég hef aldrei, þú veist, það skiptir ekki máli hversu vel hefur gengið, þú veist, að njóta velgengni, þú veist, jú, það er allt saman fínt og gott. En án hans er ég ekkert. Ég er ekkert án hans og ég bara, þú veist, hafi ekki, þú veist, bara það hefur alltaf verið innra með mér, bara að þjóna honum. Og þú veist, og það hefur ekkert verið auðvelt að vera ekki að gera það. Af því að það er bara einhvern veginn, það er ekki það að mér langir svo mikið að standa hérna eitthvað upp á svið og tala þetta er ekkert eitthvað, þú veist, í holdi mínu er það ekki, það er bara, ég kemst ekki frá því. Guð hefur kallað og hann kallar ykkur. Hann þráir að einn og sérhver stígi inn í köllun sína. Það snýst ekkert mig, það snýst bara hann. Hann elskar okkur og hann þráir að umbreyta líf okkar og það gerist með því að stíga inn í hann og það sem hann hefur fyrir okkur. Þannig að
Ég fekk að vita, það er eitt skemmtilegt við þetta hérna, í gær þá, Óli var búinn að tala við mig hérna fyrir nokkuð síðan að svona hvort ég væri tilbúinn að tala. Svona fyrir svona nokkrum mánuðum síðan þá byrjaði Guð að leggja á hjarta mitt að koma hingað. Ég býr á Selfossi og búinn að vera í heimahóp í töluverðan tíma, bara með svona nokkrum bræðrum og systurum og svona fekk þetta tóg að fara að koma hingað. Mér langaði bara að fara að stíga inn í það og bara Guð lagði á mig að stíga aftur inn í það að fara að tala eitthvað og gera eitthvað fyrir hann. Bara líf mitt sé vitnisburður. Það er þess við eigum að vera vitnisburður. Hvar sem við erum, hvort sem við erum hér, kirkjunni, vinnustaðurinn, bara vera vitnisburður um það hver Guð er og hvað hann hefur gert fyrir okkur. Og síðan hérna sendi hérna einn bróðir minn, Kristi, sendi mér í gær hérna fæslun á Facebook, heyrðu, þú ert að fara að tala á morgun. Ég bara, ok. Bara, ég var ekkert búinn að segja mér frá því. Það er þetta á morgun. Þannig að ég var fastur í verkefni í gærkvöldi, þannig ég hafði ekki mikið tíma til að undirbúa mig, en ég fór eftir vinnu hérna niður í hérna Smáralind og kíkti hérna inn á hlöðlabát og opnaði biblíuna mín og borðið þar bara sem allir var að labba framhjá og fór að undirbúa mig. En auðvitað Guð, hann gefur mér það sem maður á að tala. Guð leggur á hjarta okkar og það er svona búið að vera að gerjast með mér, innra með mér hvað ég á að tala um. Mér langaði að fara svona aðeins inn í vitnisburðinn minn, en síðan langaði mér að tala aðeins hversu nálægt er hægt að komast Guði. Guð er andi og samfélagið við Guð, það tilbiði hann. Guð leitar að þeim sem eru tilbúinir að tilbiða hann í anda og sannleika. Og við búum í andlegum heimi, eins og ég sagði við ykkur áðan vitnisburðurinn minn, bara það sem ég byrjaði að sjá. Þessar andaveru vonskunar sem eru allt í kring. Sjáum bara eymdina, sjáum kvölina, við sjáum bara hvaða bardaga eru við í hvaða stríð eru við. Hvað erum við að glíma við? Fólk er að falla, það eru hugskot að koma. Jú, við erum í stríði, andlegu stríði, og hvar á stríði sér stað? Stríði á sér stað í hug okkar. Guð hefur gefið okkur frjálsan vilja til þess að velja hann. En það er bara ekkert alltaf auðvelt. Og það er ekkert alltaf auðvelt að standast. En hvað getum við gert til þess að standast? Hvað getum við gert til þess að vera í honum? Það er að lesa þetta orð. Hérna þekkjum hann, hérna lærum við að þekkja hann. Hann er orðið, í upphafi var orðið, orðið var hjá Guð, orðið var Guð og það varð hold. Og hvað gerði Jesús þegar djöfullinn kom og var að ráðast á hann? Hann sagði, ritað er. Hann notaði orðið. Og í orðinu eru bara fullt af mögnuðum hlutum sem við getum alltaf, ef við höfum orðið í okkur, ef við erum að lesa það, eru bara magnaðir hlutir sem við getum alltaf komið með þegar árásirnar koma. Því hann hefur gefið okkur vald að stíga á höggorm og sportdreka yfir öll óvinir hans veldi. Alls ekkert mun okkur mein gjöra. En við erum að trúa því og við erum að stíga inn í það. Þetta er raunveruleg barátta. Og Guð er að kalla á hermenn. Hann er að kalla þá sem eru tilbúinir að stíga upp og fara út og vera ljós í heimi þar sem er svo mikið myrkur. Þar sem allt virðist vera á leiðinni niður á við. Maður heyrir bara, þessa tölfræði í Bandaríkjunum að það er alltaf meira og meira færri og færri sem eru tilbúinir að játa Guð eða alltaf fleiri og fleiri sem eru að fara frá trúnni. En Guð er svo sami í gær, í dag og aldir. Hann er hér í dag. Og myrkrið er kannski mikið, en þá á líka ljósið að skína skærar. Og við eigum að rísa upp og vera ljós, við eigum ekki að óttast. Það er ekkert betra heldur en að þjóna honum og standa á honum, hvar sem við erum. Jú, það er kannski gert grína okkur, bara þessi. Í vinnunni er ég bara, bara kallaður séra eða predikarinn eða eitthvað þannig. En maður reynir að koma sannleikanum inn. Því að sannleikurinn mun gera okkur frjáls. Og hver er sannleikurinn? Hvað er sannleikur? Jesús er sannleikurinn, vegurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir hann. Hann er leiðin og hann lifir í dag. Og hann þráir að allir verði hólpnir. Og hann vill að við stígum upp í allt það sem hann hefur fyrir okkur. Sko, ég hef farið í gegnum alls konar dali í mínu lífi síðan þessi 20 ár. Ég hef farið langt niður, mér hefur liðið illa og ég hef farið átt góða stundir. En bestu stundirnar mínar eru þegar ég er með Guði, þegar ég er sterkur með honum.
og þegar ég dvel í orðinu. Ég hef, þú veist, það eru fullt af svona praktískum hlutum líka sem við getum vanið okkur á. Þú veist, það eru bara venjur, rútínur, þú veist, hvað erum við að gera dagsdaglega? Komum við hingað á samkomu, förum við sem bara út og gerum við bara gleymum við Guði, förum bara að lifum okkar lífi og höldum áfram bara að sækja fram í því sem að Guð hefur leitt á, eða sem að við þráum að gera, eða erum við að hugsa um Guð alla daga? Erum við að vakna á morgnana og gefa honum fyrsta tíman? Ég til dæmis, ég vill ekki fara í gegnum einn dag án þess að lesa, þú veist, að því ég veit og ég finn það á 20 ára reynslu göngu með Guði, ef að ég gleymi að lesa í nokkra daga, þá finn ég bara gríðarlega mun á mér. En ef að ég vakna hverjum einasta morgni, snemma áður en allir vakna, tek tíma með Guði, bið, les, undirbý minn í daginn, þá er ég miklu sterkari til þess að takast á við árásir, freistingar, alla þessar hluti sem eru stöðugt að koma yfir okkur. Bara hugmyndirnar, hugsanirnar, á ég ekki að fara að gera þetta, á ég ekki bara að gera þetta. Og það er alltaf eitthvað í gangi. Lífið er ekkert auðvelt. Bara fullt af erfiðum kringumstæðum sem við lendum í. Og ef við höfum ekki þetta sterka samband við Guð og við þekkjum ekki orðið og sannleikann, að þá erum við miklu í svona ekki eins góðum stað til þess að takast á við það og standast þegar freistingarnar koma. Halleluja, Faðir. Hann segir, nálagið ykkur mér og þá mun ég nálægja mig yður. Hvað vilt þú komast nálægt Guði? Viltu fá að vita hver hann er? Viltu fá að vita hvernig hann hugsar? Það er mín mesta þrá að þekkja hann. Við vorum að syngja þetta áðan. I want to know him. Þekkja hann. Og ég get sagt ykkur það, ef þið gefið ykkur aðeins að því, ef þið bara leggið ykkur dóldi fram, byrjið að lesa, byrjið að biðja og biðjið Guð að sýna ykkur meira. Hver ertu? Þá get ég lofað ykkur því ef hann snerti við ykkur með þessum hætti að þið þráið meira. 20 árum síðar stend ég hér og ég hef aldrei haft jafn mikla þrá og löngun eftir því að þekkja hann. Og bara þú veist, á hverjum degi bara leita ég hans, viljans, bara hvað viltu fyrir mig, hvað á ég að gera fyrir þig? Ég er tilbúin að gera hvað sem er. Ég er tilbúin að gera hvað sem er til þess að þitt nafn verði dýrlegt á jörðinni, til þess að fólk frelsist, til þess að fólk verði hólpið og losni. Þess vegna stend ég hér. Þess vegna er ég hér, því ég bara vill að Guð geti notað mitt líf og það sem ég hef gengið í gegnum til þess að aðrir sjáu að það er alltaf von. Ég hugsa sko hér 20 árum setna, ef ég skulle standa hér 20 árum setna með allt það sem ég er búin að ganga í gegnum, bara kraftaverk. Bara kraftaverk. Og ef ég er hér, þá er alltaf von fyrir alla. Hvar sem það er, hversu oft sem þú ert búin að falla, hversu oft sem þú ert búin að lenda í erfiðleika, hversu oft þú ert búin að bregðast. Guð gefst ekki upp á þér. Það er alveg magnað. Hann er svo góður, það er svo mikill kærleikur, svo mikill náð. Og það er líka þannig að bara á þessari göngu, við göngum í gegnum ýmislegt. Við horfum bara á karakterinn í Biblíunni. Horfum á til dæmis bara Jósef, Móse. Það var ekkert alltaf auðvelt. En við erum í þessu stríði. Og við erum ekkert að fara að komast frá því. Við erum ekkert að fara að komast inn í einhvern fullkominn heim. Við erum í þessu stríði og við sjáum bara að það er stríð allt í kringum okkur. Hvor megin viljum við vera? Því er ekkert að vera endilega auðvelt, en það með Guði að þá er sigurinn unnin. Þá er sigurinn unnin og við þurfum bara að halda okkur fast við hann. Hann hefur gefið okkur allt vald yfir öllu óvinnarins veldi. Eina valdi sem óvinnurinn getur haft yfir okkur er það sem að við gefum honum. Þegar við förum að játa yfir líf okkar, einhver þunga eða þunglindi, allt svo ómögulegt,
þá bara köllum við það yfir okkur. Eins og við töluðum á það er líf og dauður og tungunarvaldi. Guð skapaði okkur í sinni mynd. Og hvað gerði Guð? Hann sagði, verði ljós og það varð ljós. Guð talaði og það varð, við erum sköpuð í hans mynd. Þannig að það sem við tölum og það sem við segjum yfir okkur, það hefur áhrif. Þess að ég segi, það er dálítið langt síðan ég talaði svona upp á sviði, bara svona átt að sá því hvað, ég gerði þetta alveg í mörg ár. Ég elska mín köllun sem ég bara, nú er ég búinn að hlaupa með Guði í 20 ár, ekkert alltaf endilega í sömu átt og hann. Og mér er búið að líða svona oft og Guður oft tala til mín, hvernig ætlar að hætta þessu streiði? Hvernig ætlar að hætta þessu streiði og koma aftur? Og hann hefur alveg margoft bent mér á Jónas, mér hefur liðið eins og Jónasi. Því að eftir að ég svona hægt og rólega fór úr því sem að Guð hafi kallað mig til að gera, að þá hefur bara eiginlega verið svona dálítið stormur, eins og hjá Jónasi, og ekki bara hjá mér, því að það sem að Jónas gerði, sko, Guð kallaði hann til þess að fara af stað, og hann bara, ég er ekki alveg tilbúinn að fara þangað, ég ætla aðeins að fara mína leið. Ég ætla aðeins að fara mína leið núna. Og hvað gerðist? Jú, hann fór hérna í bát, eða skip hérna eitthvað og til Tarsis. Og það kom bara þvílíkur stormur. Og allir sem voru með honum í bátnum, þeir voru bara hræddir að farast. Og meðan Jónas var bara dálítið sofandi niðri, hann var bara sofandi. Hann var ekkert alveg meðvitaður um það að hann væri bara komin dálítið eitthvað aðra leið. Og það var bara þvílíkur stormur. Og ég á alveg nokkra skemmtilega vitnisburði hérna með þetta á þessum 7 árum sem ég hef verið svona dálítið að kannski að fara mína leið. Það er hérna, yfirleitt allir þeir sem hafa verið með mér eitthvað í einhverju, þeir hafa lent í þessum stormi, ég hef tekið eftir og Guð hefur sýnt mér það, þannig að ég er bara rosalega þakklátur og glaður að vera komin aftur hingað. Bara, þú veist, bara þakklátur Guði fyrir það að taka svona fyrstu skrefin aftur. Ég er þakklátur Óla fyrir þetta starf, bara magna starf sem hann er að vinna, og ég er þakklátur fyrir vitnisburðin hans, því að hann hefur líka talað um þetta sama, að hafa verið á einhvern stað með Guði, farið tilbaka dálítið og komið síðan aftur. En maður sér þetta líka bara í Biblíunni. Og það er svo gott að hvíla í því að allt samverkar til góðs þeim sem elska Guð. Hversu illa sem að manni finnst maður hafa brugðist. Og það er oft erfiðast að fyrirgefa sjálfum sér. Bara, þú veist, ég var nú bara að gera þetta og núna er ég bara hérna. Bara, þú veist, bara, hver er ég? Af hverju er ég hér? En Guð sleppir ekki á okkur hendinni. Þannig að takk Jesús. Takk Jesús. Mér langar að tala líka svona aðeins meira þessa köllun. Sjáu hér, þú veist, það er ekkert endilega, eins og ég sagði áður, að þú veist, eitthvað auðvelt að standa upp á svið og tala fyrir framan fólk. Ég man eftir fyrsta skiptinum ég gerði það, maður bara náði varla að tala með svo þurr í hálsinum og bara gat alveg kynnt. En það er köllun yfir lífi ykkar allra. Og Guð þráir að þið gerið þá köllun og útvalningu vissa. Segir í orðinu að ef þér gjörir köllun ykkar og útvalningu vissa, þá munu þér aldrei hrasa. Og það er gríðarlega mikill leyndardómur og sannleikur í því. Því að leið og þú ert farin að gera köllunina vissu, þú veist hver köllunin er, þú veist hvað þú átt að gera í Guðsríkinu, að þá byrjar þú að undirbúa þig, þú byrjar að leita Guðs, hvað á ég að gera næst, hvert á ég að fara næst, á ég að tala við þennan. Þú getur verið kallaður eða kölluð til þess að vera trúboði eða bænahermaður eða kennari eða predikari. Og leið og veist hvað þú ert kallaður til að vera og ert farin að ganga með Guði þessa leið, að þá ertu bara miklu sterkari á göngunni. Því þú ert ekki alltaf að hugsa hvað á ég að vera að gera, ég veit ekki hvort á ég að fara þangað eða ég að fara þangað og þetta er í þessari óvissu. Þannig að ég hvet ykkur eitt og sérkvæmt til þess að virkilega bara leita Guðs með þetta og bara vera viss hvað á ég að gera
Sumir eru kannski búin að vera trúaðir í mörg ár, sumir eru að taka fyrstu skrefin. En þetta er gríðarlega mikilvægt, að vaxa með Guði og leita hans og hvað hann hefur fyrir okkur. En Guð er persónulegu Guð og hann þráir að eiga persónulegt samfélag við ykkur. Magnaði, ég er búin að vera að lesa spámennina núna í Gamla testamentinu og svo magnað þegar í Amos 7. kafla Guð segir sko að hann nefnir Amos með nafni. Sko Guð var að gefa Amosi sýn og Guð sagði, hvað sérð þú, Amos? Þetta er svo magnað. Þetta er ekki bara einhvað. Þetta er persónulegu Guð sem að þekkir okkur með nafni, sem að skapaði okkur í sinni myndi segja samfélag við okkur, sem að sko veit öll hárin á höfðu okkar. Og hann sem skapaði himinn og jörð og er með allt vald, við þurfum ekkert að óttast. Ef við erum í honum og við treystum honum og við eigum samfélag við hann, þurfum ekki að hafa áhyggjur af neinu, hvort sem það er jólin eða fjármál eða neitt. Ef við bara leggjum líf okkar í hans hendur og við biðjum og við treystum honum, hann sér fyrir öllu. 20 ára göngu með Guði, hann hefur aldrei brugðist mér. Hefur ekkert alltaf verið bara, bara að vanta peningur, hann kemur bara eitthvað með einhverju töfralausn, ég hef alveg þurft að hafa fyrir því, eða einhverju hlutir sem að ég vill eða er í erfiðleikum með, eða það er eitthvað í gangi. En alltaf eftir einhvern ákveðin tíma, þá getur maður alltaf hort tilbaka og sagt bara, Guð, hann var að vinna í mér þarna. Og ég er bara breyttur maður núna, vegna þess að hann er búinn að nota þessar aðstæður til þess að vinna verk í mér. Og ég sé það bara á þessum 7 árum sem ég er búinn að vera kannski að fara alltaf mína eigin leið og búinn að vera að streiða við að byggja fyrirtæki og eitthvað svoleiðis og búið að ganga á ýmsu og fullt af hlutum búinn að gerast. En núna þegar ég er að koma tilbaka, að þú veist, ég er búinn að fá að upplifa hversu kærleiksríkur hann er miklu meira heldur en nokkuð tíma þegar ég var í þjónustunni. Sjá hversu ótrúlega mögnu náðans er að ég skuli bara vita það að þrátt fyrir það að ég hafi brugðið svona og svona, hann elskaði mig samt. Og hann er samt tilbúinn að nota mig aftur. Alveg eins og gerði við Jónas. Jónas kastaði sér, þeir köstuðu honum fyrir borð, Guð sendi hvalinn og skyrti honum aftur á land og sagði, farðu nú og gerðu það svo að gera. Þannig að Guð sleppir ekki á okkur hendinni. Mér finnst þetta svo magnað, ég er svo þakkláttur Guð, ég er svo þakkláttur bara fyrir hver hann er. Hann bregst okkur ekki. Þið þurfið ekki að hafa áhyggjur ef þið eruð í honum. Ég hefði eflaust getað farið einhverja auðveldari leið, því að Biblían er full af leiðbeiningum akkúrat þetta. Ef þið gjörið það sem að ég segi þér, að þá mun ég blessa ykkur. En oft þegar við förum okkar eigin leiðir að þá kemur Guð og hjálpar okkur bara aðeins öðruvísi hátt, ekkert alltaf eins þægilegan hátt. En hann er alltaf með okkur, hann sleppir ekki á okkur hendinni. Þannig að þetta er svona það sem ég langaði að deila með ykkur svona í þetta fyrsta skipti sem ég fæ að tala hér. Takk Jesús. Og ef það er einhver þetta sem að hefur ekki tekið á móti Jesú Kristi, þráir að byrja að upplifa hver Guð er, hvet ég ykkur til þess að koma hérna fram, biðja með okkur til þess að biðja og bara fara með þessa bæn. Drottinn minn, ég bið að fyrirgefa mér alla mína syndir, allt það sem ég hef brugðist og gert rangt, og ég bið að koma inn í líf mitt og ég þrá að eignast þetta persónulega samfélag við þig. Ég bið að fylla mig af þínum heilaga anda og kenna mér hver þú ert. Ég þakka þér fyrir að þú ert raunverulegur og að þú elskar mig og að ég get kallast þitt barn. Í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Amen, takk fyrir yndislegt orð. Sér ekki gott að fá þið við í hópinn, gríðarlega öflugur.
En ég hvet ykkur til þess að koma og fá fyrirbæn. Ég veit að það eru margir sem berjast við kvíðan og óttar núna fyrir jólin. Það gott að heyra frá Guði, gott að koma til fyrirbænar, biðja fyrir þeir bænarefni sem á hjarta okkar. Það gott að fá svona annan aðila til að koma og biðja með okkur. Og deila ég frammi fyrir Guði þar sem þú ert að berjast við. Og ég man að í hvert eina skipti sem ég fór á samkomu þá fór ég alltaf til fyrirbæna af því að það gerðist alltaf eitthvað í fyrirbæninni, eitthvað sem ég gat tekið til mín. En ég hvet ykkur að vera dugleg, núna samkoma næsta mánudag, svo þurfum svona að skoða hvernig þetta verður. Einnig langar mig, elsku vinir, ef þið eru tilbúin og vitum eitthvað sem geta hjálpa til við að hjálpa fólki sem að þarnast hjálpari við jólin. Það fullt af fólki og mikið fólki sem búið á sambandi við okkur, fólk sem þarnast þess að geta haldið jól, að þá megi vera duglega að láta okkur vita með kjöt og svona gjafir og sælgæti og tala ekki fjármuni. Bara Guð bless ykkur fyrir það. Amen. Allt sem ég hef, allt sem ég hef, mín ást til þín. Hver dag ég minnist þín, vegna þín ég syng, vegna þín á fætur þína legg ég allt sem ég hef, vegna þín ég á, vegna þín ég allt sem í mér til eyrir þér, allt sem í mér til eyrir þér. Allt sem í mér til eyrir þér. Mitt líf þitt. Þú einn ert Guð og sannleikurinn. Ég þarfnast þín sál mín þráir meira af þér, vegna þín ég syng, vegna þín á fætur þína legg ég allt sem ég hef, vegna þín ég á, vegna þín ég allt sem í mér til eyrir þér, allt sem í mér til eyrir þér. Vegna þín ég syng, vegna þín á fætur þína legg ég allt sem ég hef, vegna þín ég á, vegna þín ég allt sem í mér til eyrir þér. Allt sem í mér til eyrir þér. Mitt líf þitt. Allt sem
sem ég hef, allt sem ég er. Mín ást til þín, sérhver